Það er að teppa hann að borða, hann að mista eitthvað góða. Já, hann er góð, sko. Annars algjör tíma svona komið hennar, sko. Já, varstu eitthvað að tefla þér á stingri það? Tefla? Já. Þetta er einhver reynslu að skák. Ég sagði ykkur reynslunum minna á hann, sko. Svindl á krökkum sem ég er að kenna. Það er svona mín aðra reynsla. Já. Það er svona, 5 minna pásu með nemendum og tefja þegar ég er í vesinni. Já. Svo þegar þau fara aftur í sína vinnulóti þá færi ég þetta svona eins og ég vil. Já. App, ég vann. Allir út. Kenna þeim útlæti. Aldrei sofna verðinu. Búin að hugsa í 2 mínútur. Já. Það er komið pása, allir út. Ótrúlega þessi krakka muna, bara þessi gæi var ekkert hérna. Gæi að víst hann. Nún er það. Já, nákvæmlega. Já. Leifur. Sjá hvort þið getur fært einhverja kalla hérna. Trekkjum henni í gang. Já, drekki vélina. Þetta er ég, ok, ég er... Þú er með svart núna. Já, hann er búinn að gera, gæi. Hann er búinn að gera. Ertu ánægður með Raggi Sigvaldi Fylki frá Snæbirni Þór? Já, ég er mjög ánægð með það. Já. Ég hefði auðvitað viljað fá hann bara í kórtríkina. Já. En ég er bara ánægð með það að bæði það þetta move hjá hann, það segir mér að hann ætlar að reyna að komast aftur í landsliði. Af því að, þú veist, auðvitað hef ég fulla trú að við kórtríki getum komast í Pepsi. Já. Af því það er pointið með, skilur hann fengi aldrei að fara aftur í landsliði ef hann var í fyrstdeildinni. Nei. En en hann tekur þetta move af því að hann ætlar að eiga allavega möguleika á því að komast aftur í landsliðið og þetta er klúbburinn, þetta er uppeldisklúbburinn hans og minn, og ég er að þjálfa hann ennþá í Fylki, annar flokkinn, þannig að það er bara geðveikt að fá hann aftur heim í okkar klúbb. Það segur þetta. Var þetta seikt? Nei! Nei, Var þetta seikt? Þú flottur samt. Sjáu núna, verður hann eitthvað gleði í þessu. Já. Þá fer ég að læta vita, sko, staðið fyrir að vera þarna bara að þykja eitthvað pening og þú veist, vera ekki alveg 100% í þessu, sko. Ertu í hópnum FH Stjarnan úrslitaleikur eða? Nei, þá er ég komin aftur, það er tímabilið sem ég fer. Já, fóst á mid-season eða eitthvað. Já. Þannig að þetta var bara heimska hjá heimi að hafa Ingemund Níels í byrjunliðinu. Setur ekki gæja sem getur ekki unni bikar. Býtu, var Ingemund Níels í FH? Já. Hæ? Já. Já, ég ætlaði að koma betur að það þettinum, þannig að einhelti sem er En þú veist. Já, Ingemund Níels hann startaði hann að leik. Já, og þú vissi þá að það var engin málmur á leiðinni úr það. Já, vissi ég það. Stjarnan verði að vera Íslandsmeistari. Þú sér það líka bara á árum, þú veist, hjá FH með svona stjörnur og okkar hérna á okkur plakka, þú veist, og hvað árið eru Íslandsmeistara, svo kemur bara bil. Herru, hvað? Þú var! Herru, þú nákvæmlega, maður! Það út í þess að triksi þetta maður, sko. Auðvitað, maður. Eðlilega, sko. Hann fórði ekkert í helvítis múrin. Þegar hann mætti múrnu, sko, þá var bara eiginlega eitt í stöðunni, sko. Þá var eitt jafntefli og sigur. Á hún að reyna heimaskiptsmótið og það gekk ekki þá. Og ekki flest, sko, já. Þú veist það, maður. Herru, vá. Þetta er rosalega. Bara, mér er alveg sama á þetta sé bara, þú veist, einhver annarfólksgutti eða eitthvað. Bara í kallstýrtu. Það nennir enginn að lemja gæja sem liggur bara flatur. Þannig að hann gerði ekkert með mig og ég bara... En ég dýrkaði hemma, sko, mér fannst það frábær þjálfari. Já. Og hann það, sko, hann hafði svo lítið með sér, þú veist, hann var, eins og segja, var ekki með markmann á æfingum og fekk Garðar Jó með sér sem aðstoðarþjálfara. Sem var síðan meiri leikmaður í okkur heldur en aðstoðarþjálfari. Hann var ekki með aðstoðarþjálfara með sér. Hann var erfitt fyrir hann að drilla upp æfingarnar og markmannsvesinnið og veist, en passjónið og æfingarnar hans góðar og allt það, sko. Ég man að þau eru fjallum að ég talaði við hann eftir leikinn í síma. Ég sagði hann ef ég er spurður hérna sem einn af eldri leikmennum hvað ég myndi vilja gera varðandi að hafa hann eða ekki, þá myndi ég alltaf segja. Og ég held, sko, það segir mikið þegar liðið er fallið og er í gjössan og skýtnum og tapa en samt eitthvað menn allir í hópnum vilja enda að halda þjálfaranum, sko. Þá er hann að gera eitthvað rétt, sko. Þannig að ég fjallum ekki út af því að hann var eitthvað slagur þjálfari tímul, sko. Nei. Þannig að þurfti allir bara svolítið að taka þetta á sig. Og svo falli prís í svona móti, en minna, þú veist, menn áttu sig ekki á því að við vorum bara 9 stundum bara 7-8 á æfingum bara fram að fyrsta leik á móti FH, sko.
Já, í lengju þá eða? Já, þú veist, Já, í já. vetur sko Já. Í, hvað heitir það, lengjudeildin Já, lengjubikarinn, já. Lengjubikarinn, já. Þú veist, við vorum bara, við mistum náttúrulega Magga Matt, mistum Einar Orra, svo voru útlendingar sem fóru tilbaka og þú veist, við vorum bara allar með lið sko, þegar við mættum, við gátum ekki tekið, við þurftum að, fyrsta skeitt sem klúbur var búið í Reykjavík-mótið, við þurftum að cancela því, þegar við vorum ekki með lið, við náðum ekki 11 manna lið sko. Við erum ekki komið með heimavöll fyrir í maí sko, og fá loksins að fara upp í Breiðholt sko. Við mætum FH í fyrsta leik sko, og þá erum við bara með gæja á bekknum sem við erum bara að hringja og spyrja hvort við vilja sittast á bekkin hjá okkur sko. Þau hefur basic þetta hringt í okkur bara? Já, nánast sko. Og veist, við samt töfum þeir leik 2-1 sko, skilur, og ég fæ víti í stöðunni 1-1 sem ég klúra sko. Þannig að þú veist, við hefðum hugsalega brátt að vinna þann leik sko. Svo spilum við Þór næsta leik og við erum bara með, þú veist, fáum Goran, ég veit ekki hvernig munið eftir hann, Hafsend sem var í KR og Keflavík, 48 ára eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég þekki bara eitt Goran Pandev, kóngurinn. Já, það var ekki hann. Fylgjast með KR í heldur langar tíma, við aldrei heitum Goran sko. Ekki? Nei, ekki heldur. Hann heitir samt held ég Goran sko, ég hef ekki tengst honum vel, en ég er nokkuð viss hann heitir Goran. Hann er fyrsti maður inn á veist, Gulli meiðist hann í Þórsaleitum og hann kemur inn á 40 ára gamall, bara enginn þekkir hann ekki neitt sko. Þannig við einhvern veginn svona var svolítið súrealist, við vorum einhvern veginn aldrei, leiðum okkur aldrei að taka eitthvað svona markmiða setningu bara með þau að huga, þú veist, við erum ekki svona komið með 11 manna hóp sko. Nei, ég veit, já. En samt, þú veist, það ennu aftur sýnir styrk þjálfarans að hann náði ykkur með alltaf að halda mönnum á tónum og bara, þú veist, ekki að ágjöra þessu. Við verðum með lið, við verðum komnir hérna með sterkt lið sem mun gera allir, þannig að ég held að skiptir eiginlega engu máli hvað hóp Davíð var með, hann myndi alltaf hugsa fyrsta seti sko. Já, hann er bara þannig gerður sko, og það er gott, það smitar. Og var ekki gott að fá Heiðar Helgason líka? Jú, það er harður gæi, hefði ekki? Talað harða gæja? Það er harður gæi, það er með alveg attitútið þeim gæja sko. Það ekki það? Jú, hann er bara næs gæi og það sko. Mér langar líka... Maður finnur það bara að tala við hann, bara góð nærvera. Við vantar smá virðingu á nafni þar sko. Þetta er gæi sem var bara búinn að delivera bara í Prem og Championship bara year in year out sko. Líka trillugall sko. Ja, og helvist trill og málari líka og hann er bara... Svo, þú veist, hann alltaf bara skoraði eitthvað 90% af mörkurum sinum á einhverju hörku í skalla. Svo er hann ekkert að háa sín, skilur við. Nei. Hann er bara, þú veist, hann er bara að fara þetta á hugafæri, sko. Hann tók okkar mann Peter Cech og pakkaði hann saman einhverju víti, maður þetta þessu. Ég er ennþá grátandi. En svo er Andri Steinn líka byrjað að koma aðeins inn í þetta aftur. Þannig að þeir eru svona, oftast er þetta liðið sem reynda að fá það sem hann er ekki að spila fyrir þetta Sarpsborg. Ég meina, þegar ég fór í FH þá fór ég að fund með KR, ég fór að fund með nánast öllum þá sko. Ég fór á KR, ég fór að fund með Breiðablik. Þú vitur að sjá þetta en það ekki Bleiks. Þannig að KR er stærsta liðið sem hefur þetta. Nei, ég meina Valur reyndi að fá mig aftur. Já. Þá. En hérna, já, ég valdi FH. FH bara, þegar ég fyrir FH, sko, bara stöðaðast af liðið bara. Síðan 10 ár þá heimis alltaf langt í Evrópu, alltaf í Evrópu og var bara, þú veist, leið aldrei langt á milli, þú veist, eins og segi, það voru bara Ingimundar árin sem hefði unnið ekki bikar, sko. Heimir og Jón Rúnar, þetta var Heimir að hata Ingimund Níels. Hann er mennskur. Það var, hvað myndu þið segja að vera stærst að þessu liði? Ímsæði Bleiks, alltaf. Þetta er skemmtileg spurning. Hver var þjálfari? Nei, býtu, hvað ár er þetta? FH, Ímsæði FH. Klárlega FH. Hvað ár er þetta? 2011. Þá ertu með Gumma B. Óla Kristjáns. Óla Kristjáns, já. Sko 2011, Blikar Íslamestrar 2009, nei, Bikarmestrar 2009 og Íslamestrar 2010. Já, þetta er Heimir bara annarkvort búinn að lenda í öðru seti eða fyrsta seti. Heimir Guðjóns er bara geitin í pestildinni. Já, hann er það sko. Ég dýrka Heimir Guðjóns, minnst hann geggja þetta alveg. Þannig sko. Þannig að ég held að á þeim tímabúti þá samt einhvern veginn var það eiginlega bara val hvort ég er áfram í Fylki eða ekki aðeins. Ég fekk náttúrulega nýjan. Valur á sínum tíma þegar ég kom frá Fylki þarna þegar ég var ekki alveg nógu góður fyrir Val. Þá fekk ég ekki góð mánaðarlaun en ég fekk sjúklegan markabónus? Leikjabónus. Já, leikjabónus. Já, það er eins og þeir hafa enga trú að ég myndi spila leik, sko. Hún voru bara að fá með það því að ég hefði barnabarn Arnar Guðmundsson og... Þú var bara eins og ekki leikjabónus og við bara dældu ykkur á með hann í leikjabónus, bara þessi gæði er aldrei að spila leik, sko.
og meittist Gummi, meittist Helgi sig og allt í bara fuck. Já, takk, má ég spila? Það er leikjabúinu sko. Gefur einn helst leikar. Af því ég var líka bara með galinn sko, bara ég kom inn á sko. Já. Stundum var ég bara að koma inn á bara, þú veist, yfirleitur menn bara koma inn, bara fucking mínútu. 94 bara ekki senn, come on, inn á. Já, koma inn á mínútu, bara kalla á mig mínútu eftir ég bara Ég skal bara bara laupað inn. skemmtilega. Gæjar í stjórninni bara hérna. Heimir. En pælt í pillinu sem það afvitaði samning sem bara þetta er ekkert spes launum bilaðan leikjum. Það er alvöru. Þessi minnsta traust yfirlýsing. Það er alvöru bara. Ég bara fyrst núna meðan ég tala við ykkur átta með á því sko. Heyrðu, þú fari engin laun, en ef þú spilar þá skulle borgaði milljón. Þetta var alveg sko, það var, veist, ég fór bara í Vala því að Fylkir sko, alveg sko, þeir í stjórnunni þá bara skitu vel í hegi sko. Senast þegar Vestmannaeyjar voru haldnar, Eyjar, þá maður á ekki setja beinu útsýningum mér alveg svo. Hrein ísluka, voru ekki að kalla eftir því eða? Jú, ég er búinn að kalla því sko. Já, þú veist, þá sá ég ekkert að því að smígla mig bara inn á þjóðhátíð sko. En núna, þú veist, 2 árum seinna finnst mér bara orðinn fullorðinn í það sko. Fullorðinn og leiðilegur sko. Já. Sem er kannski þroski eitthvað, en þú veist. En þetta er hrein íslukar. Hvað, ég hafi smíglað mér á þjóðhátíð? Já, ég held ég var ekki að opna mér það. Þetta er bara, ég beði eftir ykkur sleggi sko. Heyrðu. En þú veist, já. Þú eru vel vaktaðar á næstu þjóðhátíð. Gæti verið nokkur ári hana því miður. Danni Tjöfull. Þetta er ekki löða. Hann er ekki búinn að spila neitt í sumar. Nei. Það er nú ekkert sko bróður minn gerði á þjóðhátíð. Hann fór upp í Fíknó, lögunni hana á þjóðhátíð. Já. Hann talaði way back sko. Og hann segi, herði ég að gæi lýst ykkur gæja. Hann er að selja sko, hann er með í póka. Hann er að selja ykkur efni sko. Ég er búinn að fylgjast með honum og þeir eru ok, bara lýsti gæjanum alveg fyrir það bara. Þeir bara ok, takk fyrir þetta. Svo fór bróður minn inn í tjaldið sér og klæddi sig í nákvæmlega þessi föt sem hann sagði löggunni og setti svo á svo bakbaka að þetta var ekki að selja neitt og svo var hann bara að láta það elta sig hvert tjald sem hann fór í fórum 4 gæjar En Albert, þegar þú segir þetta sögu, þá verður eiginlega að segja okkur söguna sem sagður okkur fyrir þátt. Þú verður eiginlega að gera það. Já, ásæði alla, með nafngreiningu og allt sko. Þú verður að gera það. Ásæði alla? Ég sett hann alltaf á Twitter. Já, þú verður að gera það þér. Ási alla var að deyta núverandi kærur sína. Já. Þetta er fyrir 2-3 árum sko. Það er önnur drottning, hún gaf henni sko. Já, og bauð henni í drikk á Petersen svítuna, svaka flottur kongur sko. Sendi mig Snapchat að hann sjá Petersen, hefði ánægð með sig hann úti, flottur strákur. Ég segi, ertu á Petersen? Hann segi, já, ég segi, 22 ára neinn kallið minn. Ok, ég segi, ég bara hringi og læt vita. Gerðu það bara. Þannig ég gerði það bara. Hringdi og læt vita að það væri einn þarna undir aldri með ljósari skvísu. Hann hétt Ásmundur og hann múið að vísa það út. Sendi mig skilaboð og djúið það er ekkert að gera. Heyrðu, Albert við kvíkt í vitsinu kvöld og gerir sjálfur. Já, rétt. Hver er besti leikmaður sem þú spila með? Sko, þú voruð að fara að vera skýr hvað þú ert að segja hérna sko. Albert með hvítt í fyrsta skipti í kvöld. Þetta hljómar ekkert sérstaklega vel. Jú, já, það er gott að vera með hvítt en... Já, ég veit, þú voru að láta vita og svo tala bara tafl. Þú er búinn að vera með svart sko, í allt kvöld. Bara menn er að ríða hann er að ríða. Albert er komið hvítt. Bara að borðið það. Ekki gefa eftir að lýsa á all, veist. Ég var ekki að fatta hvað það sko, að besta er að fólk er að hlusta þetta á Spotify sko. Ok, nú fyrir við bara í, ég ætla að spyrja það frekar hratt og bara svara frekar hratt og getur, fyrsta spurning er uppáhalds maturinn. Vá, þetta var hratt segirðu. Shit, það er bara pizza. Besti leikmaður sem þú spilað með á ferlinum? Með? Já. Fuck. Helgi Ólafs. Fösta skvöld, þú ert að lyfta þér upp, mættur á Petersen, hvaða drikk pantar þér? Ég panta með þér moskmúl. Ok. Hægri, vinstri, skalli, hvernig er best að skora? Hægri. Já, ekkert í vinstri. Áttu fullkomna þrennu? Já, ég held það. Aha.
Já. Uppáhaldsstaðar að fara í frí? Það var B5 en nú Í frí. Ég veist að ég Bífi. Ég myndi segja bara sko, ég hef náttúrulega aldrei farið til Sólanda í eitthvað frí sko, af því maður er alltaf að keppa sko. Ég hef bara tekið eitthvað svona helgaferð með Sigrunum sko, bara þegar tímul er búið. Já. Og það, London. Sigur að tala Ragga Sig það? Já, London, við hefum átt góða stundir þar. Albert, græjuru Ragga Sig í næsta þátt eða? Já. Takk. Það verður veistla. En talandi var með á móti. Þess að þetta að fá Ísland þá er það bara almennt? Já, bara almennt. Nei, móti. Er það ekki? Móti, já. Vel þreytt sko. Líklega út af markinu sem við sagðum okkur frá þarna fyrir þátt. Hvað er Dreftu rittarann með rittarann þínum. Með drottningunni? Nei, Frankarinn kemur að það kantinum. Það er ekki búin að hreyfa sig. Má hann fara tilbaka? Hann er ekki að hreyfa sig alla leikina. Má hann fara tilbaka? Spyrði í lók þáttar. Frankarinn tilbaka. Talandi Bakara, tjóðvill er það góður leikmaður maður. Bakari, Michael Bakari, hann er eitt eðlilega góður. Leikmaður Fjölnis svona, já. Já, Geggjaður. leikmaður Fjölnis. Horfði hann til grótt á hann, geggjað. Allavega. Michael Bakari. Væri við til að sjá, og þetta er senast almenna spurningin, svo er ein loka spurning og hún er aðeins erfiðari sko. Já. Taka tími hana. Já, tek tími, já. Já. En sem sagt, væri við til að sjá einhver reglubreitingu. Nú veit ég til dæmis að FIFA UEFA er að prófa einlega nokkar reglur nýjar sem að meðal annars eru 30 mínútna hálfleikir og stopp alltaf þegar 30 mínútur hálfleikir? Já, 30 mínútna hálfleikir en stopp alltaf Það er ekki bara boltinn er ekki í svona leik. aldrei gleða Það er gali, sko. Stopp alltaf þegar boltinn er ekki í leik. Svo erum við í staðan fyrir innkast, þá er einn spark. Ég er til dæmis alveg Ég er ósamlega. að skoða það fyrir mér ef það mætti ekki taka mikið tillöp, skilur. Hver er sama aðlatast í þjálfari þá er bara búið að tefja leikinn bara. Sko, 30 mínútur hálfleikir, ég er fastur þar, sko. Ég er bara, hvað maður að gera? Já. Þjálfarinn hefur ekkert að segja í hálftíma. Já, það er Heyrðu, svo muni hvað segja það. Ok, 30 mínútur kannski veðstuð, en segjum að þetta sé 40 mínútur hálfleikir. Ég væri kannski hrifnar af því, þú veist. 40 mínútur hálfleikir? Já, býtu Það byrjuði allar svo lengja það. Við erum að setja þetta hálftíma svo mikið. Það er sem í 40. Hvað er hálftíma mikið? Getur þú bakkað þess? Það hálftíma er allt og mikið. Sko ég er að þjálfa líka, ég hef ekkert þess að gæja að segja hálftíma sko. Nei, oh my god, þið að minnskila mig svo mikið. Við erum alltaf að tala um hver hálfleikur 30 mínútur. Já. Það er eitthvað bílaður. Já, hvað finnst þið það, Albert? Já, 40 mínútur. Já. Það var á lítið. Strákar, muni hvað segja hann verið 10 mínútur. Það er sama. Allir byrja að stífna. 40. Já, maður er bara endur á föllinu það. Alveg það er bara með 40 mínútur eldræðu. Það var eitthvað ekkert eðlilega gott. Helvítis eldræðu maður. Já, ok, stytta leikin í 30 mínútur til 40 mínútur. Bara ráði, af því að það er oft vafaðrið með, það er mjög skrítið oft hvað dómarinn bætir miklu við. Það er einhvern veginn bara... Ég vil ekki stytta leikin sko. Nei. Hvað, eigið ekki bara hafa þessu þetta? Ok, það er þetta góð punktur líka, þú veist, annað með VAR er það, þú vilt hafa mannlega þáttinn. Það er alveg mín sko, þú veist, mér finnst mjög gaman þegar hann... Mér finnst líka bara að fótbolti hefur að spila á sama leveli allstaðar. Þú veist, þú átti ekki að vera að horfa á fótbolta í ensku úrvalsdeildinni, það sem að komið VAR og svona svo horfa á fótbolta á Íslandi og það er ekki VAR. Nei. Það er bara allt annars sport. Já, þá ertu svolítið að missa beauty við það að þetta sé bara fótbolti og allir sem spila eins sko. Krakkar, leikur út í Ghana eða eitthvað, skilur, sé bara spilaðar nákvæmlega eins og hún spilaðar hérna. Sammála því, ég er mjög sammála því. Ég fíla það sko, mér finnst að halda svolítið í það. Ok, þannig að svarið er í raun og veru bara 40 mínútur hálfleikur. Ef ég þyrfti að koma með ykkur tillögu sem ég myndi vilja skoða, ég veit ekki hvort þú er galinn, ég oft spáði þessu, minna, er fótbolti eina hópíþróttin í heiminum sem er ekki með frjálsar skiptingar? Það var eina reglum sem að bara hérna bara, sko. Já, ég var til að skoða, ég held til dæmis að droppið úr fótbolta er tölvöld minnaður af frjálsskiptingar. Ok, það er þetta skemmtilega. Er þetta að horfa á þá sem yngri okkur þjálfari eða? Bæði bara, þú veist, og líka, þú veist, ég er með fullt af leikmenn sem bara nenni þessu ekki, því þeir nenni ekki að fara í leiki á bekknum og vita að þeir kannski spila 5 mínútur. Vá, það væri mjög áhugavert. Þú veist, ef þú ert bara á bekknum og veist bara, þessi gæi hana frammi, hann er búinn að vera ömurlegur 20 mínútur, fyrst 20 mínútur, þú veist, getur tekið hans út að hinn inn á.
hann ekki fungera hinn aftur inn á eða þú veist, whatever þú veist, Hail Mary hérna, þú veist, aðeins undir bara, allir fram ég held að fótboltinn getur orðið svo aðeins öðruvísi Vá, bara setjum bara 8 sóknarþengjandi leikmenn og 3 alveg hafsenda Já, bara síðustu 5 mínútur á meðan staðan er svona Það býðir bara mjög skemmtilega möguleika sko. Líka því að það myndi ekki stoppa leikinn eitt þú bara hendir hún inn á, skilur bara út þurft að vera þannig að það sé ekki eins og í dag bara eitthvað hérna að stoppa hérna þá er það að droppa það út og þá þarf ekki kannski endurist að vera þetta er bara svo körfubolta bara hérna út eða þín ábyrgð bara hann má koma inn þegar hinn er komin út af og svo skulum við ekki missa sjónar af því eins og segir að hérna sko meiðslarhlutfalli gæti minkað alveg meiðslarhlutfalli og líka bara að menn hætta að vera þú veist það er ekki mikið sjokk að vera á bekknum að vera á bekknum sérstaklega sem varnarmaður líka þá ertu bara ég er ekki komin inn á í dag þú veist það er bara ég tala ekki hérna leikjabónusinn sem að þú feikir koma inn á svona 4 sinnum í leik Pælsið í maður, ég myndi fá 4 sinnum bónusinn Hvernig heldur það að varamennir væri samt? Væri verið að koma inn á hann að taka smá skoti? Pælti að vera á 6 Já, ef ég hefði verið á valsamningu þarna með leikjabónusinn þá er ég alltaf smá skiptir bara að fá mig svo ég er komið Sér bara sko 6 ára samningi reglubreiting eftir ár og það bara síkjandi og trallandi sko Nei það var það sem ég var til að segja ég oft spáð þessu bara hvað hérna að frjálsskiptingar bara ég held að gæti ef að þú veist það fundur svona system að maður stoppar ekki leikinn við það þá held ég að gæti gefið þessu bæði meira fút upp á skiptingar upp á hvernig leikunum breytist meira líka sko ég held að það gæti verið sexy sko Kristján Valdimarsson sem var í Fylki hann var oft með pæling og hann fannst að stöngin ætti að tilheyra liðinu á markinu þannig að hann var í stöngina út af að það ætti að vera hot það er pæling sko já mér finnst það alveg skemmtileg pæling ég hef aldrei eftir hana það er margt í þessu já en það kannski maður kemur margt hérna á borðið klára skák í 3 leikjum það er eins gott að þessi spjallokkur tengist ekki bara einum skákleik annars hefðu við bara ná einnig spurningu já mér spurningar er ekki rekk jú en mér langar að ávarpa annars að þú veist segjum að hérna sláin og stöngin sem er partur af hérna liðinu heimaliðinu nei liðinu sem er í vörn hallar þá ekki svolítið á lið sem eru að pakka í vörn full mikið eða af því að þú veist jú mér finnst það mér finnst svona já bara það voru að hætta að pakka í vörn maður bara frjáls og skipting bara hætta að vera lélegur í fótbolta það fyrir bara að vera góður nei ég meina jú en þú veist þú myndir samt aldrei spá í þessu þú veist ef þeir skjóti í slána hallar alveg mikið á hinuliðun líka menn þú ert lið sem pakkar í vörn endalaust svo grísast einu langskot í stönginu út af og þú ert alltaf komin í hot fast leika 3 já það er bara og það er yfirleitt það sem að þessi lið sem eru að pakka í vörn vilja grísast á eitt hotn eða hvað það er þá erum við búin að renna yfir alla reglubreitingarnar bara hjá eða nema eina við erum búin að staðfesta 2 breytingar sem er þessi stað á morgun já við erum búin að ákveða þetta getum við rent líka með inn á hérna Þórólf varandi þjóðatíðina eða bara leifana takk Jöfull langa þér á þjóðatíð já ekkert eðlilega mikið því miður ertu einleipur það? já ég sé það þú þefaðir mig upp að þú komið mættir þetta finn bara tippáslinn já mér gæti ekki verið saman ég er bara í parafætti Berlín sko Leifur er já það var í parafæri já hvernig er gæinn hann er besti vinur minn sko já ok fínt maður en veistu hvað hann gerði ég hef búin að bóka með kærustinni herru svo hitti ég félag minni bjóð og hann segi heldur ég ekki bara bóka ferða sama hótel og sama flug það var ekki vinsælt heima fyrir sko ekki átti þetta bara að vera þitt fyrir já það er sem það er hann kemur með það er ekkert veistu að maður er í sambandi og fara double date sko þegar maður fer á double date með konu sinni og sem sagt vinkon hennar og einhverjum gaur þá er þú basically bara að fara á date sko það er bara nákvæmlega það já það er skelvilegt þú ert bara heill einhvern annan kallmann í að vera vinu þinn þú veist þú ert bara að fara út að borða og reyna að vera vinur hans kærasta mín er verið að date ég er góður sko annað hafna en ég slepp sko já hún er að date hún er að fara að date með kærasta vina mín sko hún er að fara að date bara í nokkra daga sko við þurfum að fá uppgjöri takk hver er svona helsta hvatningin fyrir því til að mæta aftur á völlin eftir meiðsli? ekki er Ingimundur Níels
Nei, Níels. Hann er kannski helsta forvörðin. Hvatningin, ég held að án gríns að sé bara, mér finnst þetta bara svona gaman sko. Já. Það er bara málið sko. Ég er ennþá með sömu svona aðferð að undirbúandi leiki. Ég finn það bara þegar ég er að preppa leiki fyrir tímabil og allt að ég er með sama passion og eins og ég sagði í þessum pósti að þú veist, mér finnst það bara líka algjör fucking synd að hætta bara þegar þú gæi ákveða að takla mig í köku sko. Já. En það er bara það, þetta og þið, eins og við töluðum á hann, ég sé ákveðin trúður og svona, þú veist, það er bara því maður er léttur og er gaman að því og það er líka því að, þú veist, í hvað vinnu er maður alltaf með einhverjum 19-20 ára gæjum og einhvern tímann á sama level og þeir, þú veist, maður er með meira hlutur en gæjum og ungum, þetta heldur manni heldur manni svolítið ungum, heldur manni í, þú veist, þetta er að skemmtilega sem maður gerir, mætir í klef og við erum þessu gæjum, kynnast svona karakterum og þetta eru forréttindi, maður á að gera þetta eins lengi maður getur. Já. Það er málið. Fallegt. Nei, ég ætla að bæta einu við. Mikilvægast í lífinu? Strákurinn minn. Strákurinn. Takk. Herri, við þökkum Alberti Brynjar Ingarssyni kærlega fyrir þáttinn. Já.